Chef Carpens. Við erum hérna mættir, ég er Mílan og hann félagi minn Hilmar. Blessaður. Góða kvöldið, hvað sér ekki? Kvöldið? Það er ennþá sól úti. Það er að vora. Já. Já. Svona sumartímanum, það er alltaf sól. Já, spáum ekki til klukkuna. Það er dagur ennþá. Það er bara þannig. Það er mjög sumarlegt. En hérna, við erum ekki bara við tveir núna. Nei. Við erum með góðan gest. Hann Hrafnkell Rúnarsson. Kelly. Sér hvað, það er náttúrulega alvarlegur sko. Norvel? Já. Það er illa brosaði í bakgrunum. Það er komið nammi í pókan og allt. Heyrist allir bakgrunum. Ég... Síðan að vera maður, það þarf alltaf að vera svona, meðan þeir eru að einbeita sér. Ok, alltaf sko. Hjálpaður. Norvel með hennar smókuðu gleraugun og mottur, hann lítur út eins og porn director right now, sko. Ég brúnaði jakkanum. Þetta fer í podcasti, sko. Kæst ekki að tverja hérna, þið þurfum bara að stefna þér. Alltaf bara eitthvað, and clap some cheeks. Nei, ekki actually, clap some cheeks. Ass and idiot, ass and idiot. En tölum annað. Nú er ein spurning sem ég fekk ábendingu frá einum aðeina. Nóta kallar Kelly Kissa, það ekki? Jú, Af hverju ertu kallar Kelly Kissa ég veit það ekki. ef uppáhaldsdýrið þitt er panda? Er panda? Wow, Já. wow. Það er góða spurning. Hver fucking, okkur geymdir þetta ekki verið í podcasti? Þetta er fyrir podcasti. Ha? Já, Já, veist okkur geymdir þetta ekki, erum við byrjað að taka upp eða? já. Nei? Jú. Ha? Það Já. Ha? Já, já. Eru þið fucking rugglaðir? Nei. Ó, En er einhver ástæð fyrir því? það er, ég veit það ekki, pabbi minn byrjaði að kalla þetta þegar ég var á leikskóla, sko. Þannig, Já, ok. ég veit það ekki. Það er svo góð saga. Það er... Já, það var svo gott sjálf, sko. En pöndur eru bara geggjaðir, sko. Það er bara stýttingin. Ég er sammála honum með pöndur, sko. Já, Það er það eru hún geggjaðir, sko. Uppáhaldsdýrið mitt er litdýr, sko. Já, það sést. Já, það sést. Það er, sko, litdýr er búin að þróast bara forever. Í að gera sem minnst. Mm. Þú veist, þess að forðast að vera hlaupið frá, þú veist, öllum dýrunum sem er að drepa þeim. Fórum við bara upp í tré. Upp í tréin bara, eru bara þar. Og þess að lifa af, þú geta bara hlaupið. Ertu mikið upp í trjá með það? Nei, Nei. mikið upp í sófa. Það er svona, Ég er mikið upp í sófa, getur ekki skeitt í sófa. Alveg eins og þeir. ef þú myndir svona skvinta augunum, var hann ekki svolítið pandalegur? Jú. Já, í þessum bóli. Þessum ból, jú. Í svörtum ból þá væri ég bara eins og górla eða eitthvað. Já. En þá veitum við það. Já. En hvernig er dagur í lífi Kjella? Dagurinn er lífið mínu. Það er, Þú veist hvað er þetta að vinna við? hann er ekki spennandi, sko. Nú, Nei. bara, þetta er ekki rockstar. Þetta er bara eins og, er þetta ekki Já, það er svolítið þannig, sko. Ég er að vinna íslenski Fredrik Asbú? Ég veit óska þess að vera þannig, sko. Það er ekki svona Það er hérna the real life. Þá er það svolítið þannig að bara vakna og fara að vinna, sko. Bara slípa bíla og mála. Svo bara heim og sofa, sko. Já, sæl. Já. Var bara að vinna. En þegar þú ert að slípa, þú veist, niður bílana, hversu oft ertu þú veist að snýta reiki úr niðanum? Það er- Það er svo með grími. Ég er aldrei með grími. Já. Það er svo gott í dag. Nei, það er svo góð útsóð í dag, maður. Það pælir enginn í þessu. Já, ok. Já, er þetta ekki bara svo fullkomið? Þetta er ekki eins og það var fyrir 20 árum, bara einhverju kallar í einhverju skemmu og slípa bara hérna eitthvað út á gólfi og... Já, þannig að það er alveg Já, mikill blástur út. Já. Tengdapabbi er nefnilega að vera 60, sko, og hann var bílamálari. já. Hann er ónýtur, Já, hann er bara búinn, sko. bara lungun er ónýt, sko. Hann er bara Það fatt. er akkurat þess vegna sem ég voru að pælja í þessu, þetta reikið er náttúrulega mikið frá þessu. Já. Mikið að húsa. Nei, það er svolítið mikið, maður er bara að vinna á svolítið mikið, sko. Þetta er dýrt áhugamál. Já. Já. Það er bara málið sem margir sem horfa kannski á það, utanfrá, sko, sem er ekki í þessu. Já. Sem bara, já, þessi ykkur, hann er bara örugglega með bara lífið hans er geggjur, sko. Hann er alltaf spólandi og okkur geggjum bílum og bara geggja næs. Já. En það er ekki alltaf svo næs. Svo er þetta bara þannig, þegar bak við tjöldin, þá er hann bara að vinna allan dag og Já. þau bara heim að sofa til að fara að vinna aftur og til að leika sér í nokkra vikur á ári, sko. Já. Já, og ef þú ert ekki að vinna í þín eigin dóti þá ert að vinna fyrir aðra, náttúrulega fyrir penning. Já. 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 En þú ert... Það er eitthvað Cadillac eða eitthvað sem er... Jú,
Við erum að hjálpa hérna félag okkar að mála ykkur bíl núna páskana. Já, þú varst að mála áður en komast hingað. Nei, og ferð aftur. Við erum að fara aftur að mála á eftir. Ef þú ferð aftur að mála hana. Já. Þá veit ég það, sem er að fylgjast með. Ef þið viljið fara í þetta, þá er þetta svona. Bara að vinna. Það er bara þannig. Og spóla í hittum hann. Já. Já, finna sér ykkur. En ég Gifta þig rétta fjölskyldu eða eitthvað. Ég heyrði þetta daginn hennar frá góðu vinn minnum. Hann var að segja mér að þú varst að spóla á Linglóks. Á Linglóks? Linglóks? Já. Frá frænda mínum? Já. Já, þau eru geggjuð. Þau eru ógeðslega góð. Ég var ekki að trúa. Við vorum gáttaðir og við ætlaðum bara Með Palla? að djóka með þetta. Já. Já, ég hendi hérna hraðaspurningu endanum. Já, ég og Palli, ég hringdi í frænda minn í Tælandi og hann græði fyrir okkur fullt af Linglóks. Þetta er bara hands down top 3 dekk sem ég hef keyrt á. Já. Linglong maður. Kekjað. Það er það sem mér finnst ótrúlegt að það er búið að vera að gera svo mikið grín að þessu, þú veist. Já, ég er að setja á Linglong. Já, það eru bara okkur kínudekk. Hvað heldur allt gummi kemur? Þetta er allt frá Tælandi, sko. Þetta er allt kynverst þetta, en það er allt svona verð. Þetta er Hancock kynverst. Nei, Thailands, There's a difference. Er þetta ekki Taiwan eða eitthvað? Ég veit það ekki. Þetta er allt saman drastlið. Já, það er alveg. Já. Eins og Game of Reps. Bara rúta. En þau eru í Forza, sko, þannig þau eru ekta. Þetta er basically T37 race. Basically, sko. Þau eru í Forza, sko. Já. En þú ert lærður sveitar eða ekki? Jú. Já, þú varst í Borgó eða ekki? En við vorum náttúrulega saman í Borgó. Já. Ég er meistari. Já, við vitum það alveg, sko. Við vissum það alveg, en þú ert líka meistari. Já, ég með fekk svona blað og allt sem stendur bara meistari og eitthvað, sko. Meistari Hrafnkell. Og þú tvöfaldur meistari. Já, tvöfaldur. Sæl. Það er bara 2 fyrir 1. En er það eina sem þú hefur farið að læra eða eitthvað meira lærður? Hefur þið farið eitthvað meira? Ótrúlega satt, þá reyndar tók ég 3 ár í tölvunarfræði. Nú, eins og ég í 2 ár. Varstu upp á því? Já, ætlaði að læra forritun. Svo komst ég bara að því að mér finnst ekkert gaman að sitja á raskatunum að gera í tölvunni, sko. Það er gaman heima í tölvuleiki eða eitthvað, sko. Þá er ekkert mál að sitja í 8 tíma, sko. Ég var á sama stað, sko. En að vinna við tölvu í 8 tíma, það einhvern veginn hyllaði mig ekki, sko. Já. Nei. Ég skilaði bara vel. Ég held mig langaði að gera þegar það var ekkert mál að sitja í 8 tíma og spila Counter-Strike, sko. Já. Svo bara þú þarft að fara gera print text í 8 tíma, nei, það gafst ég, sko. Það var ekki málið, sko. Já. Ég var líka í 2 ár í FS í Keflavík í tölvunarfræði. Svo bara nefndi ég sér ekki. Nei. Þá fór ég bara í Borgó. Og bara að læra það sem ég hef áhuga á. Finna með hundunum. Ég held að sé meiri peningur í því heldur en hitt, sko. Það held ég ekki. Það er meiri líkur á að vinna, kannski. Það sé ekkert einfalt að fá vinnu við þetta. Ég held að framtíðin sé forritun, sko. Já, það er ekki gaman. Það er ekkert gaman, það er rétt það. Það er ekkert gaman. Það er ekkert gaman. Það er miklu betur að sniffa rík og málningu og kannast. En svona er góðun maður. Já, svona er það. En þú ert náttúrulega mikið í bílum. Það er bara, hvaðan kom áhuginn? Það er ekki bara verið frá pappa, sko. Pappi er algjör bílakall, sko. Já. Bara í kringum hann, sko. Hann var alltaf í jeppanum og í kringum torfærunum og svona. Hann er svona old school bílakur. Já. Hvernig fannst það að þú væri að spóla í hringi? Hún veist ekkert það. Nei, ok. Nei, hann er engan á þessu. Ok. Hann mældi alveg harðlega á móti þessu, sko. Það er náttúrulega mjög sniður, þetta kostar það náttúrulega yfir út. Já, það var aðalega það sem hann bent á, sko. Sem var svo sem alveg rétt hjá hann, sko. Ég kannski hlustaði ekki á hann þá, sko, þegar mér langaði að fara að kaupa mér einhvern kompakt á 400 skall og fara að spóla, sko, niður á Granda, sko. Já. Það var alltaf, þetta er svo dýrt, maður. Já, þetta er bara 400 skall, Bobby. Já. Svo þarf þetta að kaupa þetta og svo langar að gera þetta og eitthvað, nei, ég ætla bara að kaupa þetta og fara að spóla. Svo gerði ég það. Svo keypti ég með þryktarmótor og turbínu og það komið alltaf mikið pening, sko. En hann hafði rétt fyrir sér. Hann hafði rétt fyrir sér. En þú ert góður í þessu. Þið gengur vel. Já, mér gengur vel, sko. Maður getur sagt það. Já. En þú byrjar ekkert beint að fara út að spóla bara einhverju plani. Þannig að þú varst fyrst í tölvunni. Já, byrjaði hvað ætlaði ekki bara að vera með Benna og Norvel eða eitthvað, í Hermir. Já, bara simracing. Já, bara simracing, já, Settó. Settó Corsa, sko.
Góður top leikur. tier. Mæli með það. Ég var alveg byrjuð í Leaf for Speed undan að setja það var Leaf for Speed svo að setja Það byrjuðu ekki allir í Need for Speed eða? Nei, Leaf for Speed Já, Live for Speed. Já, LFS Nei, það var ekki... Já, jú. Það er svo Jú. símaleiturleikur Já, ég man eftir honum. Jú, ég held að margir voru byrjuð því, sko. Ég var ekkert í því, ég var alltaf ungur til þess. Ég var ekkert í ég var konsolfaggi. Ég var ekkert í tölvum. Þú varst hvað 7 ára gamall þegar við byrjuðum í Leaf for Speed sko Örgulega. Já, Hvað, 2007? Já, þá var ég 7 ára. það var bara lyklaborðið, ég sagði Norrell prófaði að stýra með músinni hann bara, hvað meinar þú sagði, þetta er miklu betra Því er músinni. já, stýra með músinni, já Já. Jú, félagið minn Reynir, hann gerir það líka. Hann sagði frá því að hann var alltaf í músinni á Live for Speed. En við vorum alltaf saman í skóla á sama tíma. Já. Er þú ekki bara svipað aldrei ég? Í 99. Já, ég já, er núna 2000 Já. Þannig ég er miklu yngri en hann, sko. Miklu yngri, Eftir sko. 2000, miklu yngri, sko. Já, nei, 99 og 2000, sko. Spurðu krakkana í dag, það er huge munur. Það er hjút munur, sko. Það er aldamótan á milli. já, Það er bara, það er veggur, sko. Spurðu einhver 07 í dag, og ef þú ert gamall og 99, hann segja já. Sorglegt, sko. Og einhver spyr, 0-0. Nei, það er ekki það gammal. Það er munur, það er veggur hann á milli, sko. já, Hann átt líka grindavísitala á þeim að það er kannski ekki svo há. já En hérna, já. Já, já. En hvernig var að keppa úti? Það er ekki bara, Hvað til Noregi? já, úti Sko, svona. við horfum ekki á Noregi sem keppni, sko. Bara skemmtilegt. Bara Þetta er í rauninni bara hátíð, sko. Mhm. Við erum bara að fara að og keyra í hringi og í mínu tilfelli klessa á fólk, sko. Hvað er svo fólk? Já, aðra bíla, já. ekki fólk, en Þú sem var betur að fer. tekja Mustang, sko. Nei, Það segja. en hérna, við erum ekkert að fara út og horfa á það að vinna einhverja hérna Super 3 keppnir Nei. eða eitthvað, sko. Þetta er ekki bara risapartí og skemmtilegt? Jú, þetta er bara hérna fullt af Íslendingum, geggjuð stemming, Er fullt af Íslandum sem fer? Ég var aldrei farið, sko. fullt. Ok. Það er bara fullt af fólki, sko. Það er eiginlega, sko, það kemur eiginlega bara óvart, það er alltaf bara 100 plus Íslendingar, sko. Ok. Sjá þetta alltaf á Instagram og Snapchat og svona. Ég er bara, já, ok, svona Já. 30 manns eða eitthvað max. Já, þú veist, við kannski förum út 30-40 manna hópur eða eitthvað og svo er maður hann út og svo bara, hei, nei, Kalli, þú hér, hvað ert þú að gera? Já, ég er hérna með hérna þessum vinnu mínu og þessum vinnu mínu. Já. Það er bara fullt af fólki sem vissi ekki svona væri hana, sko. Það er ekki svo langt að fara til Noregs. Nei. Það er margir sem búa þarna, Íslandingar. Við tókum þátt í hérna Super 3-unni í fyrra. Heldur við höfum verið einu stigi frá því að qualifya inn í finals. Já, ok, það er bara gott. Já, það gekk bara ógeðslega vel, sko. Það var grenjandi rigningu sem hjálpaði ekki. já, Þeir eru kannski vanir því hér. Alltaf Já, rigningu. það hjálpaði okkur, sko. Alveg 100%, sko. Það hjálpaði okkur. En, hérna, og svo vorum við eitt sem var að keyra í tandem í fyrsta skipti úti, sko. 3 saman sem hjálpaði ekki og það bara gekk ógeðslega vel. Já, Það bara, hann stóð sig eins og heti á eftir okkur, sko. það leiðina bara upp. Já. Það er bara svoleiðis. Já, sá maður alltaf að keppa í opnarloknum núna í ár. Heima eða Já. úti? Heima. Heima. Ok. Þannig vonandi hafi þetta kveikt eitthvað bálundur raskatanum til að íta sér upp í opnarlokkin. Alveg örugglega, sko. Hvað finnst þið skemmtilegra? Ég þurfi það í blötu. Það hljómar illa. En ég er að tala um í driftinu, sko. Sko, að tala með bett Ég er að tala um í driftinu, sko. ok, Ég vil hafa þetta blautt, sko. Mér finnst það gaman. Ég hef gaman að því. Ok. Ég veit ekki, sko, hérna, Þetta er rétt svar, þetta er kannski gott svar í bæði. það er kannski ekki allir sammálaði, sko. Það er líka ógeðslega, þú veist, Ég held að við séum sammálaðir, sko. á æfingum, þú veist, ég nenni ekki svona að mæta á æfingar ef það er blautt, sko. Já, En nákvæmlega. eins og hérna, hvað ég hitti fyrra KK-keppnin þegar það var bara, sko, flokkaðist ekki eins og þetta rigningu, það var bara stormur, sko. Já, ok. Brautin var á floti. Ef það hefði verið einhvers staðar annars staðar í heiminum, það hefði bara verið call off keppnina og bara, herru, við gerum þetta seinna. En við gerum, þetta var örugglega bara skemmtilegasta keppni sem við hef gert. Við erum ekki helvis vesen. Í svona mjög rigningu. Já, þetta var erfitt, sko, en það gerist allt svo hægt og, þú veist, þú getur bara klest bílinn upp við aðra og nærða að flæða í gegnum brautin svona ógeðslega hægt og þægilega og þetta var, svo líka að spara stekkin já, ég held ég hafi ekki fyrir svona farið með 10% að einum gang, sko. Já, nákvæmlega.
Þetta var ódýr keppni. Sérstaklega því ég var ekki á mínum bíl. Ég fekk lánaða bíl fyrir þessa keppni. Hvað bíl fyrstu? Það var hérna... já. Það var bensin, já. Hérna, ég sprengdi mótor, ótrúlega sagt, fyrir keppni. Svo bara 2-3 dögum fyrir keppni eða eitthvað, þá hringir Aron félaginn í mig og bara, herru, ég var að umfelga hérna 3 ganga, lyklarnir í bílnum, þú kemur bara og sækir bílinn. Það var sko deginum fyrir keppni. Og ég bara, ha? Já, taktu bara bílinn minn. Ég bara, nei, ég er ekkert að fara að taka bílið þinn í opnaflokkin, sko, ég er að fara að stúta bílinum. Já, og þetta ekki vera að nota í það, eða bara. Jú. Og hérna, svo svaf ég eitthvað á þessu, svo hringdi hann aftur í mig á keppnisdegi. Þegar hérna keppnisæfingin var og bara, það er ekki að koma að sækja bílinn. Aron, ég er að fara að klessa hann á bíl, sko. Það skiptir engu máli. Þannig ég fór og sótti bílinn, algjör draumar að keyra hann á bíl. Þess að Aron er svo hann í tókjöldrift. Já. Hér er svona kýstum að það. Svo klessum og hann. Já, hann hendi leiklum bara, this one's yours. Já. Og hérna, já, ég settist upp fyrir hann bíl bara og hafði aldrei keyrt hann áður. Ég keppti þessari keppni og vann hana. Já. Ég held að það hafi mér þess að verið fyrsta keppni sem ég vann. Og það var bara geggjaður bíl og það var ógeðslega gaman. Ég held að sko að þú spyrð flesta sem hafa keppt tekið þátt í þessari keppni að þetta er örugglega í svona topp 3 hjá þeim skemmtilegasta keppni sem það hafa keyrt. Hvað er svona, er þetta ekki C-klass body? Já, svona það. Það er ekki bara, ég held að. Er þetta ekki bara það að þetta er aðeins lengra eða eitthvað? 15 eða eitthvað body, ég menna ekki. Þetta er bara einhver leigubíl, ég er engin bensmaður sko. Það lítur allt alveg eins út fyrir mér. Það hljómar eins og ég bara losaði fyrir aðferðin að fá það bens. Þessi ekki ekki betur. Allir bensar eru alveg eins fyrir mig. Ég veit hvað G-klass er, kassalagi, svo er allt eins bara, þetta er bara leigubílar. Þetta er leiðið að heyrta, ég er algjör benskatt sko. Menn hafa mismundi á smekk. Já. Það er bara svoleiðis. Þannig að þú fílar það blautt, vitum það. Já, mér er gaman aðeins sko. Já, það er vikna á þessu kefið, þegar þú kefið hann á bensinu. Já. Ég var að taka upp live. Já, þú varst í hérna útsendingunni. Já. Það er styrla, sko. Ég var ekki svona fókus að hófa Hún er með. Já, ég man eftir að Stáða liðum, með þig. Ég man að sko, það var svo mikil móða inn í bílnum. Það er engin miðstöð í þessum bíl. Þannig ég á bara með rúðuna niðri þegar ég var að keyra. Og svo heyri ég, það er kallkerfi og hérna, það er lýsandi og er eitthvað aðeins að bömpa hérna Jónþóru í gegnum einhverja beygju. Svo heyri ég bara, Kjell er að keyra hann á bílinn svo hann eigi hann og ég var eitthvað, já, það er mjög gaman að því, sko. Það er ekki stóð. Það var svolítið þannig, sko. Þetta var, ég hérna skemmdi einn brettakant á honum í eitthvað keppnisæfingunni og eftir það var komið bara eitthvað svona fuck it. Bara, ég veit ég á ekki hennar bílinn, ég er búinn að skemma hann að brettakant, ég stoppum ekki hér. Núna stúti hann alveg. Já, við bara. Klára bara. Já. En það gerist ekki? Nei, já, ég held ég hafi skemmt 3-4 brettakanta og einn sílsa og eina hurð og eina felgu og einn stýrisend. Það er aukaðri. Það er að laga það. Það er ekki það mikið, sko. Ekki það. Ekki þessu sporti. Ekki með að við hvað ég er vanur að klessa bíluna mína mikið, þá var þetta mjög lítið. Já, hvað keyrður oft á? Það er önnur spurning sem ég fekk frá ákveðnum að það. Hvað keyrður oft á eitthvað á gatibíl í Noregi? Var það eins, ég veit ekki, sko, þess að ég spyrir þig. Var þetta eitthvað eins og ég hef heyrt að þetta sé eitthvað svakalegt? Já, ég var meira og minna bara í viðgerðarhléi í Noregi, sko. Það er, held að ég man ekki hvernig fyrsta klassan var. Hvort ég hafi ekki bara keyrt á dekkjaveik í 4. gír eða eitthvað í stóru beyginu út í Noregi. Þá voru við sem sagt 4 eitthvað tandema hana í stóru beyginu og þriði bílinn sér mig ekki eitthvað og kasta sér yfir alla breytuna og ég er hliðin á honum, þannig að ég kastast í dekkjaveginn, stútaði allir hliðin á bílum. Það er nefnilega ótrúlega eitthvað, það sem ég elskaði svo við Íslendingana. Ég held að ég hafi ekki snert einn bolta í bílum mínum. Já, reyðist bara. Það er bara, bílinn minn kom á hérna, bara servicebíl, bara á einhverjum flatvagn og dömpa hann aftur í pittin. Svo voru bara komin 20 manns bara með sleggjur og allt og tósi bílinn og berja hann út og laga bílinn og... Svo hann bara tilbúin. Já, ég ennþá spennum og beltinu og það liggur við að bílinn bara aftur úr hann kislahægur, sko. Já. Og hérna...
Svo fór ég aftur út og keyrði aftan á einhverja myndsúbru, bara einhver gæi sem var skráði sig einhvern rúkiflokk, bara alltaf að fá að keyra aðeins hringi. Ég þrusaði aftan á hana. Jú. Það skilur það Hérna, Hvernig virkar það sann? Verði ég með forveitum, sko. sko, Hvernig virkar það eins og að þetta er náttúrulega tjón? Þú veist, Það er að keyra á annan aðeila, hvernig virkar það? þú bara, þú veist, ef þú ert í þessu sporti þá bara, þú verður bara að gera grein fyrir því, þú ert að fara að klessa bílinn í þessu sporti. Þú, En þú veist eins og hann, hvernig virkar fyrir hann, sko, þú veist? Fær hann, ég tala aldrei við hann mann, sko. Hann keyrði bara í burtu, sko. já, ok. Hann var ekkert eitthvað að segja sig yfir þessu. Það held ég ekki. Já, hann kannski Kom hann aldrei að tala við Nei. Shit, ég endi þessu, ég bara, fuck, En það- bara, þetta var svo- byrjaði, sko. Þetta var svo heimskulegt hvernig þetta gerðist. Shit happens. Það hérna, það var, þú veist, það sneri ykkur bíll út á braut eða eitthvað og var bara stopp. Þannig að við komum, þú veist, undir guluflaggi framhjá bílnum og í staðinn fyrir að rúlla bara gett róla framhjá bílnum sem sneri, þá það gæði gett mikið áhuga að skoða eins og þú veist, að þú sér þetta hérna tjónu upp á Ártúnshöfða eða eitthvað og þá stoppar alltaf fólk svona bremsar og kíkir. Þannig gæði var ég á fyrir aftan hann, svo voru bara að fara að rúlla framhjá bílnum og hann bara eitthvað, árekstur eða eitthvað og negli niður til að fara að skoða það og ég er náttúrulega fyrir aftan hann og bara aftan hann. Ok, þá getur hann ekki kvartað. Já, ég gat ekkert annað sko, ég var búin að læsa öllum hjólum. Þá getur hann ekkert kvartað, sko. Nei. En það gerði hann ekki, sko. Ég held að það hafa nú bara rispast aftur stöðurna sko. Já, ok, það var ekkert mikið. En ég, í fólk já, ég misti vasskassa og eitthvað og það var akkurat kom ég aftur niður í pitt og það var græða nýja vasskassa og allt ný framljós og eitthvað. Akkurat sko, þú veist, aftur inn á það hvað Íslendingar eru geggið, það var nokkur sem brunið bara keyrðu í hálftíma upp í einhverja bíkóveistlun hann í Noregi og kaupa LED-kastara því þarf að vera með framljós og eitthvað. Já, þeir eru alltaf brotnið fram Já, þú veist, það var bara búið að græja kastara á bílinn minn og nýjan vaskkassa og nýja viftur og allt og svo var hinn klessan nú ekkert eitthvað mikið sko. Það var þannig að ég og Alli M vorum eitthvað að keyra saman hann í breytinu og ég sneri í einhverjum olíupoll snerist ykkur nokkur hringi út á breytinu. Hann náttúrulega reynir að bremsa fyrir aftan og bremsar í olíupolli líka og rennur bara svona rétt á afturhornið á bílnum sko. Bíllinn minn slapp við það sko, það bognaði bara aðeins svona afturhendin á honum en ég held að það hefði brotnað spinna og eitthvað framljós og brettakantur og eitthvað hjá alla sko, framstöðari. Shift happens, já. Nákvæmlega. En hvernig er stemningin að úti eins og þegar það eru svona margir Íslendingar og er þetta ekki, Hún er eins og miðað við, fáðu alveg góða viðkomur frá þeim? Er ekki bara Íslendingar eru bara elskaðar af þessu fólki sko. Það er hérna, þeir gera mikið úr því að hérna, það er alltaf svona, það er stúka á brautinni og það er bara svona partur hana sem er bara Íslendingar stúka. Já. Það er alveg geðið því svo já, og hérna það er ógeðslega töff. En það er náttúrulega ekki eins og með ekki bara flestir normenn og svíjar að svona keppa að keyra. Jú. Það er náttúrulega það er ekki sama svona eins og þú segir þú keyrir inn á pittið og bara allir bara ráðast á bílinn og gera allt og hjálpa þér og er það svoleiðis á þeim eins mikið? Ég held ekki sko. Alls ekki sko. Nei. Alls ekki sko. Ok. En það er bara ef þú ert ekki með liðið með þér þá ertu bara fucked. Já eins og þú veist, ef þú ferðan út bíl þú þarft ekki að vera með neitt lið með þér. Það er bara einhverju Íslendingar að pissfullir að bera úr ofan tilbúinir að hjálpa þér sko. Ég veit hann hinir sko. Já þeir eru bara pissfullir að gera ekki neitt sko. Já, ok. Nei, þeir redda sig bara sjálfur sko. Já, ég veit. En hérna þeir eru náttúrulega, þetta er heimalandið þeirra það er ekkert mál fyrir þá að hlaupa og græða ykkur á varahluti sko. Já, nákvæmlega. Við þurfum alltaf að gera ykkur svona skítaretningar sko. Já, við erum nú vanir því Íslendingar. Já. Við erum alltaf að gera öllu vanir sko. Made in sveitin bara. Það er úrst að fyndi líka að þú ferð hérna inn á gatibíl og ætlar að kaupa miða á rútskóin þá er akkur bara mynd af Íslendingunum í stúkunni. Þannig að þú ferð að kaupa miða á rútskóin það er bara svona highlighta mynd af Íslendingunum. Já, ég sá hana afturmúið frá manni hvað það var. Það var mjög mikið sýnt ykkur og allt sko. Það var bara, ég held að það voru mjög vinsælir. Íslendingahópurinn var hann er stór. Já, ok. Já, miðað við alltaf. Já, líka bara, þú veist, Ísland er stórasta landi í heimi, þó að séu bara 10 manns að fagna að það er samt lítur út eins og séu 100 manns, sko. Já, nákvæmlega, þeir eru allir saman. Hinn eru kannski ekkert eitthvað. Normennin er líka bara elska Íslendingana, sko.
Það akkurat einn, Morten Lingo eða eitthvað, heitir hann. Hann byrjar að keyra núna á síðustu 2 ár bara með íslensku fánan á bílunum sinum, sko. Ok, líka. Hann alveg dýrkar okkur, sko. Það bara gaman. Já, það mjög gaman að því, sko. Bara vonandi verður meira af þessu að hérna heima líka. Svo þetta ekki allir að fara alltaf út. Það þarf að fara að stækka alltaf sportinu heima, sko. Já, hvað í gangi með það eiginlega? Ég meina, það var náttúrulega engar keppnir síðan sumar. Þú náttúrulega í þessu, ekki ég. Þannig það voru 3. Það er sagt úr eitthvað, margir sem á hlustakarnir sem tóku eftir þessu og viti ekki hvað gerðist. Þetta bara eitthvað stjórnavesen. Okay. Það bara vantar fólk í það til þess að sjá þetta. Já, það er engin penningur í þessu, það er engin að styrkja þetta neitt, þannig að það er erfitt að... Við á Íslandi, þetta allt sjálfbáðalið, sko. Þetta allt sjálfbáðalið. Og strax þegar ef þú ert í sjálfbáðastarfi að reyna að gera gott fyrir sportið og svo er fólk bara með leiðindi við þig. Hvað gerir þú? Já, þú bara, ég nennu sig ekki. Já, væntanlega. Það var eins og að drullið einhverjum björgunarsveitarmann. Já, akkurat. Þetta er alveg eins. Í rauninni, sko. Já, þetta er rauninni svipað, sko. Já, fólk það var eins og hugsa hausinn, sko. Þetta er nefnilega minnst svona styrta sportið á Íslandi, held ég. Já. Já, þetta er ekki styrt að einu leyti, af neinum. Þannig séð, sko, ekki eins og neina önnur íþrótt. Þetta er meira og minna allir að borga úr sínum einum vasa, sko. Já. Ég held að sé nú enginn að keyra fyrir eitthvað liðina heima, sko. Nei, þarf bara bíl í hendunar og þarf bara að mæta til að keyra, sko. Nei, það er enginn. Það er ekkert það hér, sko. Það er enginn Fredrik Asbóð hérna, sko. Það er enginn það. Það er enginn Freddi úti, sko, hérna heima, sko. Já, þetta er bara... Já, hérna kemur spurning frá director, sko. The producer eins og í Top Gear. The producers have sent us. Hvað kalla hann? Mr. Willman? Já, Mr. Willman. Það er búið að hægt Top Gear þannig að... Þessu búið að krótast út svona á leiklaborðinu á PF. Herðu, Norvel, hvernig fæ ég skilabóð við fáum 300 skall til að köpa græti bíla og fara að fílast? Eins og í Top Gear. En já, spurninga, hvernig finnst þér drift hérna heima? Eitthvað sem þú vilt breyta? Ja, væri til að breyta ef þú væri með tæki og tól til þess? Sko, svona cirka, þetta er ekki verið að svaka detailed. Já, ég væri til að þurrka út einn flokk í driftinu. Nú, þetta er eitthvað spicy núna. Nú já, hvað? Ég væri bara til að þurrka út götubílaflokkin. Ok. Hafa bara, úlingaflokkin og minni götubíla. Og svo bara, eða bara einn flokkur. Bara opinn flokkur. Opinn. Já. Hvernig virka? Ég tekja þetta ekki svo vel. Hvað eru götubílar? Það keyrir bara einni braut. Ok. En eins og breytingar og svona. Máttu vera bara með allt eða? Eina limitið bara dekkjabreytingin, sko. Þannig að þetta er basically opinn flokkur með engin tandems. Já. Þú sér það, það eru búraði bílar að keppa í götubílaflokk. Já. Og fullt af nokkru bílstjórar sem að keyra í götubílaflokk sem eiga bara geta verið í götubílaflokk, sko. Þeir eru það góði bílstjórar að þeir geta bara að vera keppin fyrsta sæti í ofna, sko. Já, kannski eins og maður fann að minnka magnið í hvern hóp. Já. Okkar veginn. En eins og úti, eins og þú ætlar að fara að keppa, þetta ekki að fara að keppa í Pólandi núna? Jú. Þú mátt að segja frá því. Auðlýsa það eins? Þetta ekki að fara... Já, sko, þetta á svona frumstig, sko. Við erum alveg staðfyrstur út, búin að greiða keppnisgjöldin úti en við höfum eftir að plana hvernig ferðin verður út, sko. Bara vitum það, við ætlum að fara út, við ætlum að keppa, við ætlum að vinna. Já. Við ætlum að standa á pall, það er 3, það er planið, sko. Pódium, það er fínt. Og þú ferði hvað, bara opinn flokk það það? Það eru 2 flokkar úti sem er Pro og Semi-Pro. Ég ætla að taka þátt í Semi-Pro. Það er fyrir að bílarnir eru Pro, ég á ekki breykið á bílunum mínum. Það eru bara sturlaða græður. Það er settum svolítið eins og FD bara. Það er sem að Pro. Já. En eins og úti, að þessar keppnir, svona stóra keppnir, er þetta ekki alltaf, það er aldrei eins og hérna bara götubílaflokkur sem einhver einn keyrir bara. Nei. Það er alltaf 2 saman og alltaf tandem. Já. Chase og lead alltaf. Já, það væri sniðugt, eins og þú segir. Já. Einhver að hlusta að hætti þessu bælið með það breyt. Skella búri í bílið sinni og fara að keppa í ofna. Ég get ekki sagt þetta, ég þori ekki verið í þessu. Já, gefni þetta, en samt ekki verið mikið, þeir sem eru að gera mig. Ég minna. Ef þú ert í þessu, þá ert í þessu. Já, líka bara
það ekkert að stoppa þig að kaupa þig bara yfir 200 eða 136 eða 46 og fara á æfingar og koma þér inn í þetta sko. eins og þú segir, þetta bara 400 skall Þetta bara 400 skall. það kostar ekki meira það sko Þetta bara 400 skall. þetta bara 400 skall en það verður ekki dýrar Þetta verður ekki dýra. þetta er bara Lofa þér því. bremsur og olíuskipti en hvernig ef ég má spyrja, hvernig þetta núna þau sjá ætla að það gengur að vilja þetta Já, hann tekur mjög mikið þátt í þessu núna sko. já, það var kannski erfitt Hann hefur gaman að þessu kallin sko. Hann mætir á alla keppnir og er bara í servicen og hjálpa sko. ok, það er gott Já. það er bara kekka sko já, þetta er bara flott að hann er sáttur með þetta núna en Já, hann hafði rétt fyrir sig samt Hann hafði rétt fyrir sér. Svona sáttur og ekki sáttur sko, þú veist, það er þetta er náttúrulega ógeðslega dýrt sko. Þannig en var hann þá á móti því ég held að það sé bara svona nokkurn veginn sætta sig við það og það skiptir ekki máli hvað hann segir, það er að fara að gerast hvort sem er, þannig að þú veist, can't beat them, just join them. það er út krakki og yfningur það er ekkert betur en að gera þessu og mátti ekki gera Já, Já. það er ekkert betur en það sko akkurat, Bara Kevin, þú mátt þetta ekki. Ég ætla að gera þetta. borða á mig. en var hann þá sérstaklega á móti driftið sérstaklega eða bara motorsporti bara yfir höfuð Hvað segirðu? var hann þá á móti motorsporti yfir höfuð þá eða bara Nei, þú veist, þetta er bara já, spólið eins og hann líka þetta bara nei, ég held að það hefði ekki skipt máli hvort þú hefði verið driftið eða þetta eða þetta er bara þetta snúðist bara peningana sko. já, þetta er bara Hann veit bara hvað motorsportið er dýrt sko. Hann er búinn að vera í kringum það í mörg ára sjálfur sko. já, Hann veit alveg að þetta er ekki bara að kaupa bíl og keyra sko. nei, já, Viðhaldið á þessu og dekkjakostnaður og bensínkostnaður er galinn sko. já, mitt nákvæmlega Það keyra etanól eða? Já, ég er að keyra á etanóli. Það er ekki dýrt. Jú, það er dýrt. það kostar ekki neitt maður Ég átti að þetta Já. Born Juice. Hérna á Íslandi held ég þetta sé ykkur 1100 kall líturinn. sæl hver er það hlýtt dinsinir Við erum á kvartur 95 og dísel. það er samt dýrt líka sko Já. það er hægt lækkað aðeins. Já, en þú veist. Etanóli brennur líka svona 40% hraða sko. er ekki hægt að fá etanól á dælu í Svíþjóð Jú, ég heyrt það jú. bara eins og í Noregi, Ástralíu jú. Fær þetta bara að dæla úti sko. og er þetta ekki eins að það á að vera ódærin en bensin Já, þetta er ódæri úti sko. Það er að milli keppna og skreppur aðeins og tekur við 85 km tilbaka. Það liggur við sko. Það liggur við að maður já. gerir það sko. en við erum að tala helling um driftið kannski margir sem hafa áhuga og við erum ekki búin að tala um það en á hvernig bíl ertu að keyra? kannski útskýra fyrir fólki Ég vil eiginlega ekki tala um það sko. Það er hérna, það er ekkert rosalega mikið sátti með það hverju bíli er á. bara Þetta er- wear it with pride Þetta er 186 en svo kemur hérna seinni parturinn. Þetta er kompakt sko. þetta er Sko, flottasti 1.6-in sko, með crossfesti fyrir að segja þetta sko. mér fannst þetta forljótu bíl fyrst. Það var pointið með þessu að kaupa mér bara einhver bíl á 60 skall og hendi í það mótor og leika mér. já, þetta er Svo var þetta body bara búið að venjast sko. Já. Já. Ég er náttúrulega bara, ég er langur bíl og ég 36 kúm. Já. En Það er hérna, skottið. já, Það er ekki. jú, það haga sig eins eða ekki jú. í rauninni. Nákvæmlega. Já, ekki eins. Það er annað subframe undir þessum bílum á aftan. Já, ok. Það er pínu vesen. ok En hérna ég veit ekki, eftir að komið whitebody á þetta og eitthvað, þá var fyrst geðveikt. já, þetta er líka bara Þetta er öðru sér. En talandi um þetta whitebody, ég man nú eftir þegar ég kom inn upp á KK-brutina og þú varst eitthvað að testa bílinn og svo komst í pittin og þá var hérna vinir þeirra að við komum með þennan helling á bodyportum. Já, þeir body hlutir eiga til að fljúa af, sko. já, En þá var bílinn bara út af völdin. Já, hérna Þetta var ansið magnað. keilur eru aðeins harðar en maður heldur, sko. Sérstaklega hún er að keira á þar á 100 km, 120 eða eitthvað, sko. Já. Þá eiga, hérna body hlutir eiga til að fljúa af, sko. það er bara En maður er á góðan lager af þeim. Á auka body kit og allt á hann, það er Já. sem er allt mála, hann hefur eitthvað skemmist að bara skrúa maður að og skrúa nýja á og
heldur áfram sko. Bara minnsta tjónið sem er bóndið bara. Já, það er rauninni skiptir minnsta máli. Þess lengi að þetta er ekki vélavesen, þá skiptir restin ekki máli sko. Já, nákvæmlega. Hvernig mótor í hann? Það er M50, var B25, strókar upp í 3 litra. Ok. Gekja. Alveg fullbeygður, það er búið að fara í kjallaranónum og hettið og það er ekki búið að spara í eina skrúi inn á mótor. Ok. Já, hann á tvöldalið. Já, hann fólir þetta sko. Veistu hvað, ertu búin að dæna á hann? Ég er búin að dæna á hann. Hann er 700 hestöfl. Já, sætt. Það er ekki svo Já. Hann, út í hjól er hann 600 og eitthvað, 606 eða eitthvað. En hérna á mjög litlum blæstri. Bara safe tune. Já, ég átti það svolítið til hérna fyrir nokkrum árum að fara með 2 mótora á ári. Já, ok. Þannig þegar við fórum með bílinn á Dyno núna síðasta sumar bara eftir annað eða 3. púll eða eitthvað, þá horfði á Dyno síti bara komin upp í 600 út í hjól. Þá labbaði ég til Baldur sem var að mappa bílinn fyrir okkur og bara stoppum hér bara, þetta er bara flott. Hann bara, ha? Þú er bara komið við 1,3 bara af blæstri og nóg inni, viltu hætta hér? Ég vil hætta hér. Þetta er bara geðveikt. Ef þetta virkar. Já, þú veist, og líka fyrir þessar litlu brautir sem er hérna heima og þú þarft ekki meira sko. Og líka skítið bíl. Já, hann er ykkur Hvað viktar hann? Það er frá viktar með þér og... Hann er ykkur 1170 kíló með mér. Það er ekki mín. Ekki 600 hestur. Það er 700 í rauninni. Já, hann er ykkur 700 á mótor og 600 út í hjól. Já. En Ég talandi BMF. Ég verði að nefna þetta sko. Mættir á BMF hingað. Og þetta er... Þú verður að segja frá honum sko. Geggjaður bíl sko. þetta er öðruvísi. Hvað er þetta? Blæju ás? Þetta er Blæju ás. Geggjaður. Algjör skvísubíl. Geggjaður. Já. Þetta er ekki bílinn þinn samt? Ég er algjör skvísa sko. Það er ég held að það. Ég er 99% vissum að þetta sé einu svona á landinu. Já, ég hef ekki séð marga svona. Ég hef ekki séð svona en heima sko. Hvað, er þetta dísel eða? Já. Eyðir ekki neinu. Hvað, 120 D? Nei. 118 tísel. Nú, big block. Já. Það er bara ekta sko. Já, þið keyrið hann allan veturinn líka. Já, við kynna bara allt árið sko. Svona að gera þetta sko. Já. Svo Norður, hann er ekki með síðan tímanum. Við búum í Reykjavík. Það er aldrei snjórinn í Reykjavík. Nei, það viti. Nei. Ég er alltaf út á landi sko. Keflavík. Það er mikið verið snjór þar. Það er snjór að veist að komast út úr götuna sko. Og komast úr götuna, það er alltaf. En við veitum, en gatan sem ég býð er hræðileg sko. Þeir eru mókir á svona viku eftir að það snjór. Ef við heppin sko. Það er svona þyrstar að fá þér eitthvað 400 drifið og allan á 35 tómum. Nei, já 400 drifið sem konar á, en það er ekki 35 tómi. Mastan, hún drífur heldur vel maður, CX-5. Þetta er bara mög, ég setja hann í svona takki að bílum keyra upp á eitthvað grjót, svona terrain mode eða eitthvað, ég veit að það, og þá ferðu allt. Þá spórar hann strax aftan sko, en það er aftur strax eftir drifið. Ég leifir mér ekkert að drifta neitt sko, því að þetta er nýr bíl, getur ekki slögt, já þú getur ekki slögt á spólurina, hætt, það er ekki takki fyrir það. Ég vonandi Brynborg ekki að horfa sko, því að þetta er bílun að þetta ábyrð, en ég tók ABS hérna, ABS hérna öryggjúr, það samt liða mig ekki spóla, það er fokk hér maður. En ef Brynborg er að horfa þá getur það aldrei sko, hann er enda undir ábyrð, vonandi. Herri, þú producer, þú er búin að henda svona 15 spurningar, ég veit ekki sem hvað ég er. Það veit ekki neitt. Já, það, veist, ertu með cirka dags svona fyrir sömarið? Verður fleiri en 3 keppnir eða? Nei, það verða heila 3. Ok, nice. Það sama við fyrra, KK verður ekki með í ár. Þannig... En eins og bíladagar, það keppni núna eða er þetta aftur svona sýning eða eitthvað? Nei, það var Íslandsmóti fyrra á bíladaginn. Ok, það var Íslandsmóti. Það verður aftur núna. Það verða 2 Íslandskeppnir á AIH og svo 1 fyrir norðan.
Svo í rauninni kemur bara í ljós hvort það verði eitthvað bikarkeppni eða eitthvað svoleiðis í millitíðinni. Það er að vera með oftar sko. Já, Þú ekki sammála? jú, 100% sko. Það var orðið svo miklu meira fyrir nokkrum árum, Já. fannst mér. Já. Svo bara Sérstaklega þegar KK var með sko, þá var alltaf nóg að gera sko. Þá var oft KK að halda æfingar líka og sem bætti í þetta sko. Já, líka ekki alltaf sama brautin. Já, Það er ekki bara það næst. er mjög gaman sko, fá hans fjölbreytileika sko. Nákvæmlega. Er hún ekki svolítið lítil þessi rallycrossbraut? Er hún ekki alveg svolítið svona... Hún er mjög barn lítil síns sko, tíma? hún er mjög lítil. Hún er það sko. Hún býður ekki upp á mikil fjölbreytileika. Það er annarkvæmst bara að keyra í þessa átt eða hina áttina. Já, alltaf. Ekki það búist að meira það. Kvartmýlubrautinni þá getur þú keyrt hérna hringastursingin eða færtu ofari brautinni eða innari brautinni og þú veist með fullt af layout optionum skilur út allt. Þú getur verið að keyra. Nákvæmlega. Hvað er planið í framtíðina? Er þetta að halda fram með kompaktinn? Bara þá til hann lifir? Helst ekki sko. Ok. Helst ekki. Spá að fara í annað? Já, ég hérna... Japansk. Já, kannski. Maður bara... Við erum að plóta mjög döðan á góðu verði. Hún er með slutna tímanu. Já, nei. Já, örugglega. Ég væri örugglega mest til í, þú veist, S-chassi eða annan eða 46 sko. Eða 46. En hérna... S13 sedan. Ef það gengur vel úti, þá kannski sjáum við hvað við gerum. Hvort við værum bara til að selja þennan og kaupa bíl og vera bara með hann úti. Já. Kefum bara með úti. Út og keppa. Já, vera bara með bíl úti og keyra það sko. Það er með það miklu meira þetta úti sko. Það væri svona draumurinn. Svo veit maður aldrei hvað verður það í sko. Ég segi það, þú verður bara aðsmú, fljóta. Næstu því. Hvenær sjáum við íslenska fána á hérna FD? Bara heila stúku. Ég hef engan áhuga að fara í FD sko. Nú? Nei. Já, miklu frekar sko. Driftmaster. Já, það hljóma miklu meira spennandi. Ok. En þú ert ekkert einn í þessu drifti. Þú ert partur af einhverju liðið það ekki líka, svona þannig séð. Jú, þessi bíl væri aldrei keyrandi ef ég var einn í honum sko. Já, ég held þú ert bara one man show sko. Það er bara svo langt frá þess sko. Við erum hérna ADHD racing, nokkur strákar saman. Já. Og hérna... Er ég Jón Þórand? Ég man bara eftir Jón Þór. Jú, Það var í þessu, já. hann er ennþá sko. Palli og Simmi. Já, Palli, já. Hann er í þessu. Og svo erum við með hérna nokkur strákar með okkur sem hjálpa okkur mikið. Ok. Og veist, ég get kannski sett double tape á eitthvað eða sett limið á bílið minn sko. Já, ok. Ger ekki mikið meira en það sko. Mér er ekki tristandi fyrir skralli sko. Ok, samtöðu bílamáli. Það er kannski ekki það að súa, það er að mála. Það er ekkert mál, ég get lagað bodypanel á bílum sko. Það er ekkert mál. Okay. En hérna, ef það klikkar eitthvað þá tek ég bara, fer ég bara í hvítu hanskana mína og gerir bara svona. Nú, ok. Hjálp. Nú, ok. Bíllinn minn virkar ekki. Já, bara. Ég er með ógeðslega sterkt hérna á bakland, bak við bílinn sko. Já, þetta annað sé. Já, ég bara... Strákana sem væri að hjálpa mér í þessu sko, þá væri þessi bíl ekki neitt í dag sko. Nei, þá væri líka þú bara eitthvað að geta að keppa. Bara 100% sko, alveg 100%. Það verður bara heima í fílu í að setja á gósa. Ætli það ekki, ætli ég væri ekki bara heima í tölvun og keyra það sko. Já, en þetta sýnir fólk að þú getur að farið úr því í ekta. Úr herminum? Já, úr herminum. 100% sko. Fannst það hjálpa mikið? Bara mjög mikið sko. Það ekki? Jú, það hérna, þú veist, þú kannski, þetta er náttúrulega ekki 100% eins. Þú finnur ekki fyrir 100% hvernig bíllinn er að haga sér og svo er þetta, hérna, aðstæðanur eru aldrei eins hvernig málbyggshitinn er og að þetta og gripið í brautinni og málbyggina heima er alltaf kalt. Það er bara, ég held að ég hafi aldrei keyrt á heitu málbyggina heima sko. Nei. En hvernig er rauninni bíllinn haga sér upp á hvernig hann kastast yfir og hvernig þú þetta stjórna engjöfinu og bremsa og þú lærir það allt í herminum. Já, eins og þessi prinsipið. Já, í rauninni bara svona grundvöllin inn í þetta. Já. Ég myndi alveg treysta einhverju sem væri góður í hermir að rétta bara lyklann á bílnum og fara út á braut. Sko. Ok. Það væri... Á, hvernig er þú að spóla á kombatinn? Bara segja, ég Já.
100% ég get það líka en ég mun örugglega fara út af fyrst og skiptið þeir Ég myndi mökka hann í vegg sko. Ég er bara viðurkenna alveg. Ég er bara verið á framlöndurinn bíli, ég viðurkenna það alveg. Já, Nei, svo ég líka, veit, ég myndi mökka hann í vegg sko. svo líka eins og þegar við erum að keyra í hermir, bílarnir þar eru svona nokkuð fullkomnir, sko. Já. Bílarina heima eru það ekki, sko. Þetta er allt bara skrúa saman hér í bílskorum hér og þar. Já, meitin sveitin. Já, svolítið þannig, sko. Það er, þannig þú verður aðeins að læra inn á hvernig bílinn haga sér. Já. Það er, hann er miklu minna svona predictable eins og hann er í hérna, tölvunni, sko. Hvað er þetta ekki allt FD Pro Spec bílar það? Hérna heima? Já. Nei, ég held að hafi sé einn þannig bílina heim og hann var að koma til landsins bara í fyrra, sko. Nú, hvað bíl það? Er það? Bíl sem Atli var að kaupa, hérna GT86 sturlaður, sko. Þetta er fréttur sem ég veit ekki hvað það er. Og það er bíl sem þú þarft að hafa pungi að keyra, sko. Okay. Það er alveg- Mun hann keyra hann í sumar, veistu það? Sem er eitthvað svona insight. það er eiginlega bara kemur í ljós, sko. Já, ok. Ég veit ekki alveg hvað plani hjá honum er. Hann er Nei. alltaf fullu í torfærinu og öllu, Já, sko. já. kemur það í allir Já, já, Amil. Já, En torfæran. þessi bíl var prófaður upp á braut bara núna daginn, fyrra dag eða eitthvað, sko. Ok. Sá sem kerði á hann sagði bara að hann var skítrættu þennan bíl, sko. Það mökk virkar. Já, bara svo mikið grip í honum. Já. Bara að þú slærið af og þá bara rétti bílinn sinni strax af og þú bara mátt ekki sleppa yngjur, sko. Eða þeir ekki að vera svolítið svoleiðis? Þeir eiga að vera þannig, Prófbílar, já. sko. Jú, alveg 100%, sko. Já, nefnilega. En hérna heima er enginn vanur því. Hann keyrir svona bíl sem virkar, sko. Og virkar eins og þeir eiga að virka. Það hljómar illa. Já. Við hérna heima erum til vanur að keyra bíl sem virkar. Já. Það er ekki að handla því drasl. Þú veist, bílinn minn, ef ég slægi af og bílinn minn rennur í gegnum hálfa beginu, sko. Já, en kannski léttar að höfum meira tíma til svona, hvað maður segja, hugsa. Það ekki. Jú, Meira tíma svona til að, Svo er maður líka bara búin að, þú veist, aðlagast því að keyra bílinn þannig. já, Þú veist, bara, maður lærir inn á það. nákvæmlega. Og brautin er líka sketchy hérna einu, veist. Já. Brautirnir heima eru, þú veist, við erum svo heppnir með það að deila brautinni með hérna rallycrossinu. Það fer svolítið eftir í hvort það hafi verið rallycrossæfinga eða ekki hvernig gripið er í brautinni, sko. Já, nákvæmlega, bara rík og mold og allt, já. Það er náttúrulega ekki sniðið þegar þú pælir í því. Það er það ekki, en Það er ekki náttúrulega til. það er ekkert annað hægt, sko. Jú, ef kvartnurklúburinn, þeir fyrir að fylgjast með, myndi hýpja þessu og hafa þetta almennilegt. Ég er bara að segja það. Þú veist, þetta kveikir í mig, sko, smá rant, incoming, sko, með kvartnurklúburinn og svona. Þú veist, þetta var byggt á sínum tíma til þess að fólk myndi fara. Það var í staðir þess að fólk var ekki að spinna niður á Hóttagarða, samskip eins og þeir eru að gera núna. Og hérna, svo er aldrei keppni, mjög sjaldan finnst mér, ég veit ekki, og ég sé þetta aldrei auglýst. Það er eiginlega aldrei brautin alltaf lókuð. Ég skil það, ok, það vil ekki það sé einhver hver sem er þarna að fíflast alltaf, að sjálfsögðu ekki. Mér finnst það eftir bara að vera oftar eins og driftið, sem er á, hverjum föstudegi, sem er svona driftæfing. Það er alla fyrsta, sko. Akkur er þetta ekki bara eins og í Bandaríkjunum með það sem er bara svona drag nights eða eitthvað. Bara brautin er opin bara í aðra hvora helgi, aðra hvora viku, skilur, bara borgar inn, ég veit ekki, 3 skall, 5 skall eða eitthvað fara að gera. Þetta er bara svo erfitt á Íslandi að gera það, sko. Það er allt svo strangt hérna, sko. Það er, Ok. þú veist, þú ert komin inn á svo braut, þá ertu komin inn til einhverja FIA-reglur og alls konar eitthvað svona rugl og þú þarft að vera með viðauka og þú þarft að vera með hjálm og Ok, það er ekki mikið mál að græða viðauka, hann er ekki dýr. það er ekkert mál að græða viðauka, en fólk gerir það ekki, sko. Já, bara, ég held að fólk myndi alveg gera það ef það væri oftar, sko. Já, Kannski, ég veit það ekki. Þú veist, þetta er, ég veit ekki, kannski hefur þú einhver annað álið um það, ég veit það ekki. Mér finnst það að vera allt og sjaldan sem þessi brautur opin. já, ég er svo lítið inn í það sem þeir eru að gera, sko. Já. Þannig, þú veist, ég heldur sé alveg að halda æfingar reglulega, sko. Okay. Allan í hringaksturinn, sko. Þeir eru mjög duglegir að halda. Já, hringaksturinn, já. Já, Ég vissi að því, sko. Mér finnst það bara svo lítið svona, það er engin segið að því, nema þeir sem eru í þessar grúpur á Facebook. já, Kannski þetta lið sem er alltaf að hittast niður í bæ og er alltaf að spilna, myndu kannski gera það minna ef þeir myndu vita af þessu. já. Það getur vel verið, sko. Góð spurning, það er bara pæling. En þeir fóru líka á Driftmasters í Pólanda þegar ekki. Hvenær var það? Alltaf að ég hátti við. Jú, hvort það hafi verið, ég maður ekki hvort það var fyrra eða hitti fyrra.
Þetta hefur verið fyrra. Já, það getur vel verið, ég man ekki. Ég hef farið 2 svar. Okay. Fórum hérna áðurinni færið yfir í Varsjá. Manni, hvað það heitir, Lutz eða eitthvað. Það er algjör gettó, maður. Það er bara, já, það voru bara allir pólverjar heima voru bara að vara okkur við, bara ekki fara að labba hérna einir á kvöldin og ekki fara að þanga. Ok. Og hérna, en þá var þetta í einhverju svona motocross stadiumu og það var samt mjög gaman, sko. Já, ég man vel eftir þess að það var svona móturinn að stoppa og bílarnir að drifta á meðan. Það var í fyrra, sko. Það var bara eitthvað svona halftime show, sko. En í Lutz var þetta bara motocross-braut, þetta var bara möl. Svo bara 2 dögum áður eitthvað byrjuði bara öll mölinu burtu og svo bara malbygga allt. Sæll. Svo bara 2 tímum eftir að keppni var búin, þá voru bara komin bílar inn að rífa upp malbyggi, sko. What? Þetta er alveg risa útgerð í kringum þetta, sko. Það var ekki alveg líka margir að horfa á mikið peningur Og hvað það er svo nett. Og það náttúrulega bara seldist alltaf upp, þannig að þeir færðu þetta yfir í Varsjá, bara ennþá stærra stadium, sko. Og það var allt pakkað líka þannig ást, sko. Var það eitthvað fótbolta? Já, þá var þetta fótboltavellir, sko. Sér hvað væri ruggla. Ég held að þessi, hvort að þessi fótboltavellir er einhver motorsportarinn, ég veit það ekki. Okay. Ég held að þessi fótboltavellir, sko. Hvað, Ég hef bara séð malbygga hana, sko, þannig að ég... Hvað, þeir bara malbygga yfir grasið og Ætli það voru út upp? Sæll. Það er ekkert að maður. Ég veit ekki hvort þessi fótboltavellir er hvort þessi líka svona einhver motocrossarinn, sko. Ég sá ekki að myndir af þessu lítið alveg sem fótbolta. Malbyggið þar, eða? Ætli það ekki? Já, þá... Nei, þetta er náttúrulega svo risastórt hann úti að þeir finna ekkert fyrir það. Já. En þetta er allt annað dæmið hann úti, sko. Það er ógeðslega gaman að vera hann, sko. Svo félag okkar hefur græðað fyrir okkur svona pitpass, bara svona teampass hjá félaginu og fá að vera í kringum öll liðin þegar keppnin er í gangi og þetta er bara sturlun, sko. Þetta er ógeðslega gaman. Ok, en einn sem við vangur að nefna aftur, við erum að spá hérna, þú ert að fara að keppa, það staðfest þú ættir að keppa í sumar út í Pólandi. Já. Hérna, einhvern veginn, finnur út úr því. Verður einn annað bara, verður einhver sem þú þekkir sem er að keppa líka? Sko, Fabian félag okkar er að keppa, það er búin að vera að keppa núna síðust 2 ár, held ég. Já, hann keppti alltaf þetta heima. 3, ég manna ekki, 2 held ég. Ok, hann keppti heima fyrst það ekki? Jú. Svo flutti hann út. Keypti nýjan bíl úti. Býr hann úti eða er hann á Íslandi? Hann er að vinna. Það var S14 sem keypti það ekki. S14 held ég. Það var það? Já. En hann hérna keppir í Pro úti og hérna nú ætlum að fara 2 saman. Við og Sindri ætlum að fara út. Og þú ætlum að senda kompatinn út? Við ætlum að fara, já, með bílan okkur út. Og bara sjá hvernig gengur. Ok, en hann er með bílinn sinni úti eða ekki alltaf? Fabian? Já. Jú, bílinn hans er bara úti. Hann flýgur bara út og keppir, sko. Já, hann býr enda hér og allt. Já, ég... Ok, ég held að það var bara farin og kemur aldrei á þessu. Hann flýgur bara heim og er bara að vinna hérna heima og bara saman sem við varum að segja hann kemur bara heim að vinna og... Já, eins og þú gerir. Já, svo fer bara allt í þetta. Já, er þetta ekki svo þess? Jú. Já, þannig að þú ert ekki að fara að hætta. Það er ekki. Það er ekki. Ekki allan á næstunni. Nei, það er worth it. Þetta er þess að nokkru mánuði á ári, sko. Þetta er alveg geðvikt, sko. Ég held að séu allir, kannski ekki alveg sem eru í driftunni endilega, en allir svona bæði mótorhjólagaurar og bílagaurar á Íslandi. Það er svolítið svoleiðis á öllum. Það er að veturinn fer í það bara að vinna og safna pening og bíða bara. Akkurat, bara kaupa varahluti. Já, bara bíða og bíða. Svo þegar kemur vorið þá bara, fuck, loksins. Það er bara, það er annað hjá flestum meiti. Ég held að sé þannig, hjá öllum, sko. Þið miður að þið búum ekki, veðrið að það er bara svo mikið drasl. Já. Það er bara þannig. Það verður bara vikið að segja þessu. Þetta er bara, já, þetta er svo ADHD. Og veit ekki hvernig það var að líða. Nei. Ég er bara pínu... Svo 5 minútur seinna regning. Ég er bara pínu fegin að við séum á Íslandi, sko. Ég held ég væri bara farin á hausinn ef ég þyrfti að fara að keyra hana bíl allt árið, sko. Já. Og líka það er svo fínt að fá nokkra mánuði í pásu, sko. Ég líka það er mikið enda svona aðeins slagara hér þegar kemur að bílun á svona ekki eins og ef þú væri í Þýsklandi þá þú setur aðra felgur á bílun þá bara handikinn, sko. Já. Ef þú breytir dekkjastærð þá ertu bara afhausaður, ándjóks. Já.
það bara, þú fær ekki TUV eða TUV eða eitthvað Puff. svo þú stoppar á löggunni þá ef þú ert með læknagorma og tekið með pappír sem segir að þið séu TUV og eitthvað verstæði hafið sett það í þið treysta, já það er skoðunum þeirra basically Vottun bara. og þú mátt ekki setja það sjálfur í þeir eru ekki treystandi að skipta gorma sjálfur sko. þá verður eitthvað verstæði að gera og verður pappír fyrir það, þetta er eitthvað bull sko. Þau voru að tala um þetta er eitthvað svipað í Noregi líka sko. Já, það. Við höfum verið að fara þangað. Við höfum sloppið við þetta að þau erum á íslensku númerum sko. Já, þá, já. Þannig þeir hafa verið góð við okkur sko. Já, en þeir megi ekki gera neitt. Þeir eru ekki skráðir í Noregi, þannig þið þurfum ekki að... Já, þeir eru að lenda í massífu vissnan út í Noregi að setja eitthvað stóra spoiler og felgur á bílisinn og við erum með að taka streittap á bílunum okkar. Já, svo mætir fannar sem er með hærri og breiðari spoiler en bílun. Það var eitthvað normaður að segja okkur það að hann var bara búinn að læra eitthvað svona algjöra gettóleið á leiðin í vinnuna til þess að reyna að sleppa við alla löggur sko. Keyrir á hverjum degi bara eitthvað sveitavegi og eitthvað til þess að komast fram hjá öllu sko. Í, heldur við þessu. Já. Þessi bara fínt að vera hérna. Það er mjög fínt Við erum ennþá lausir við þetta, vonandi verður þetta. Áttum okkur ekki á því hvað við höfum, það er alveg svona pínu fínt sko. Það getur breyst. Svo vona að það breytist ekki. En hérna, vonandi breytist það ekki sko. En meira með ADHD, margir sem tekja þetta, ég sé marga með ADHD peysur og svona bílíting og svona, þetta er alveg, þetta er orðið svolítið þekktir sko. Já. Men þeir voru með Lokhof í sumar. Ég segir það sumar það ekki. Jú. Bílasölu Íslands. Já. Hvernig var það? Bara risa partí. Úff. Ég spurði ekki, ég var sagt að spurði þetta. Það var svo veist, ég veit ekki neitt sko. Sko, ég ætla að vona að öllum hafi fundist þetta gaman sko. Okay. Mér hafi haft aðeins og gaman að þessu sko. Ég fór aðeins fyrr en aðrir heim. Svoleiðis. En þetta var ógeðslega gaman sko. Hvernig var þetta? Voru allir í sem voru í driftinu og svona sem voru boðnir eða hvernig var þetta? Já, bara við bara buðum öllum vinnum okkar og öllum þeir sem vorum í kringum motorsporti bara kunningjum og vinnum og bara í smá bjór og pulsur sko. Já. Það talandum hérna, það var einhver mínikúpur þarna. Já. Fylltur á klaka með áfengi, var það ekki? Jú, við erum með topplausan mínikúpurinn á bílasölu og hann var plastaður allur að innan og svo var hann bara fengið fiskikar af klaka, bara sturt á hann í hann, svo bara veiningar settur hann í Geggja sko. Það var geggja sko. Svo vorum við með alla driftbíluna hann að... Málur, hvernig getum við fyllt mítuna af bjór? Það er saman með. Ég skal reynda fiskikarið. Ég er alltaf að býja í Keflavík. Við ferum bara niður á bryggju. Já, ég held að flestir hafi nú bara verið helviti ánægði með þetta partí sko. Ok, líka. Þetta var ógeðslega gaman. Svo mikið af fólki það? Það var bara ógeðslega mikið af fólki sko. Það var ógeðslega gaman að sjá það sko. Líka. Það verður bara meira á, ég býst þið meira núna í sumar á ykkur. Já, vonandi. Það er erfitt að toppa þetta sko. Nei. Ég hef ekki allt verið toppað á andan. Já, ég held að eina sem er búið að stækka er ADHD sko, finnst mér. Já. Það sér það miklu meira og mjög flott úrslitlíning ykkar í það var bílótaði senast sumar á sýningunni. Já, básun okkar. Já. Þetta er einmitt eins og Palli nefndi sko, það voru allir sem eiga eitthvað rísi að græður sko, má ekki snerta og má ekki anda á þetta, þá dettur sundur og býtum að vera ónýtur ef þú horfir á hann á leiki, skilju. Þetta var bara sestir, gjörðu svo vel. Já, við bara tókum hurðarnar af bílónum og bara, ef við viljum fá okkur sæti, þá bara fá okkur sæti sko. Við fikkt í öllu sko. Svo var það með símuleitur líka. Já, við komum með hérna frá GT-akademíunni, komum við með hermur með okkur. Bara við fengum að prófa bara. Já, fengum hérna tjald frá Caveman og Helguson Racing. Lánaði okkur tjaldið sitt og kerfuna sína og allt dótið sitt sko. Og vorum bara með hermurinn inn í því og það var svaka stemming sko. Það var bara, tjaldið var stútfullt bara frá opnum til lokunar. Við vorum með þess að bara, það var það mikið af fólki að við þurfum bara að fara að henda fólki úr hermónum sko. Bara, það eru 30 mann sem að bíða, bara, sorry. Já. Við þurfum ekki að taka fleiri hermá með. Hvaða bílar voru hérna sem máttu setja stíg og allt? Var það þinn eða? Já, til dæmis, við vorum með hérna, ætla ekki bara, mér minnir að það hafi verið bílinn hjá mér og Simma sem voru hérna hurðalausir bara og leiðum bara fólki að setjast inn í á sko. Það geggjaði krakkana og svona að fá
Já, það voru akkurat mikið af fóreldur sem akkurat hrósa okkur fyrir það. Þetta kveiknuði í nokkrum neista, sko. Það er þannig, sko. Já, ætlum vona það, sko. Það er sem það snýst sko. Snýst það. Herruðu, bara búið að vera mjög gaman að hafa þig. Já. Mér fannst það, vonandi fannst þið það. Já, bara mjög gaman, sko. Þannig að þú getur þú þetta ekki verið alveg strax að mála bílna þarna. Þú getur aðeins íta frá. Þannig að þú vinna alltaf nótt, eða? Það held ég. Þá heyrið þið það. Svona er þetta. Það verður í þessu. Já. En það er bara þess virði, held ég. Já, klárlega, sko. Sérstaklega fyrir fólk sem er að fylgjast með að horfa. Ef þið mæti á driftæfingu eða keppni eða eitthvað og finnst það kannski ekkert spes eða finnst kannski ekki eitthvað það flott með úti, verður þess að muna að það er risa vinna. Það er ekki sem, og risa vesen sem fyrir í þetta. Mjög mikil vinna á bak við þetta, sko. Já. Það verður ekkert betra nefnum fólk mætir. Já. Bæði til að taka þátt og til að horfa. Já. Það er bara þannig, sko. Ég held að það sé mikið sem setur naglan í það sem er búið að minnka þetta, sko. Já. Það er því að fólk hætti að tekur minna þátt, minna mæta að horfa. Magnaðsátt, sko, að þótt að þáttakan hefur minnkað, sko, þá hefur samt, áhorfendurnir sem er alltaf í stúkunum okkar hefur samt ekkert minnkað, sko. Ok, það er gott. Það er mjög gott, sko. Það er mjög gott. Gaman að sjá það, sko. Það verður meira. Hörru, þá er bara hendur að koma í okkur. Það er að leifa þér að fara að sprauta. Getur ekki verið í klukkutíma lengur? Nei, hvernig bara. Það Það er sófinn, það er lagt til. Já, eru að fara að taka extended cut núna? Já, ég held það. Það er sófinn. Þú skrifar undir yfirlýsinguna, sko. Er það sófinn? Já.